Elli, segðu mér svona í stuttu máli, svona áður við rúllum í gegnum myndbandið gerð jólaþorpsins. Hver svona grunnurinn að þessu? Þetta bara var til. Ég bara fór að smíða og þetta byrjaði bara sem, átti bara að byrja sem pínulítið jólafundur með þessari einingu þarna. Svo einhvern veginn gat ég ekki stoppað því mér fannst þetta svo gaman. Svo endaði þetta bara svona og nú er þetta orðið svolítið, að verða svolítið meira verkefni. Þetta er orðið ljósmyndaverkefni líka. Og svona ýmislegt svona ýmsar hugmyndir í gangi í sambandi við það. Það hlýtur að vera gríðarlegur tími sem þið farið í þetta. Já, ekki spyrja mig hvað fóru margar stundir í þetta. Það er En maður er ekkert að telja þetta í vinnustundum, maður telur þetta bara í ánægjustundum. Þetta er mjög skemmtileg smíði og virkilega gaman að standa í þessu. Svo getur þú tekið þökin svona að sér til að skoða betur inn í. Já, þetta jólaþorp er í fullt af smáatriðum. Þetta er svona þorp sem má snerta. Já, já. Það sem gerir þetta skemmtilegt, það eru smáatriðin. Þegar þú skoðar þetta í nærmynd þá sérðu svona ýmislegt. Það er líka mjög krefjandi að vera í svona smásmíði, svona mínatúrusmíði. Hún er mjög krefjandi. Það þarf mikla þolinmæði. Og þetta er líka kannski bara róandi fyrir hugan að fara í þetta? Já, já. Þú er bara, maður kúpla sig alveg út frá þessu dagsdaglega amstri. Maður er bara einn með sjálfum sér að smíða og hlusta á góða hljóðbók eða góða tónlist og maður svona róast bara allur og gleymir sér. Samhliða því að smíða þetta skemmtilega jólaþorp, þá hefur þið gert svona stutta mynd hvernig þetta þorp var til. Kíkjum aðeins á hana. Já. Þetta efni nota ég mikið. Þetta er svona íspinnastangir sem maður kaupir í fröndubúðum og svona. Hvaða verkfæri ertu að nota í smíðina? Mikið bara svona smáverkfæri. Ég nota dremilinn mikið. Og þá getur maður sett alls konar litlar tennur eins og hérna til að sverfa og slípa og saga. Þetta er allt mjög smátt í sniðum. Já, já, sumt af þessu þarf maður að vinna undir stækkunargleri. Og það getur líka verið aldurinn, sjónin farin að dafnast. En svo er ég að nota bæði pappa og balsavið sem er mjög meðfærilegur, mikið notaður í módelsmíði. Það er svo gott að vinna hann. Mikið af þykkum pappa, svona pressuðum pappa. Ég er búinn að heyrða. Það er allar stílabækur á heimilinu með enga baklið. Og ég hef notað hann bæði í veggi og þök. Þetta er allt svona frekar létt að vinna með. Fóm, eins og ég nota hérna í skorsteinina. Það er svo gott að skera út í það, steinana, hleðsluna.
vinnan eins og þetta hús? Þú ert búin að vera allt árið í rauninni, allir þið frítími hefur farið að byggja þetta hús? Já, stór hluti af honum sko. Ég byrjaði á þessu húsi bara fljótlega eftir áramótin. Þannig ég vissi þetta er svolítið stórt verkefni. En hérna, jú, þetta er mikil vinna eins og sér hérna, sko, sjáðu hérna, ég klippi eins og þakskífunar, skífu fyrir skífu, lími þetta niður. Svo þetta líka... Þetta tölvuvinna, maður sér það á. Já, þetta er svolítið rafmagnsvinna líka, tengja þetta allt. En ég bý til öll ljós og alla serjur og ljós og lampa. Ég bý þetta til sjálfur, lóða þetta allt saman. Og þetta eru bara smá tölvur sem eru notaðir í stýringar eins og hérna á millunni? Já, og milluhjólinn. Þetta er hérna tölvukubbur sem heitir Arduino, þetta er bara lítil stýritölva sem maður getur tengt við tölvu og forritað. Þannig að til dæmis eins og með þetta, þá getur forritað hraðan á hjólinu alveg nákvæmlega eins og ég vil hafa hann. Þannig að þá ekki að snúast eitthvað öðruvísi en ég vill. Það eru svona litlir hlutir hérna núna eins og bækurnar, en þarna eru kápur sem hægt að lesa á. Já, þarna er ég bara tekið bara kápur af hérna bókum, smækka þetta niður bara í tölvu og prenta þetta út í þessari stærð. Svo límir maður bara þetta utan á, og eins með veggfóður og annað. Maður getur notað blespreytuprentara svo mikið í alls konar svona. Og svo er ég að nota líka bara hluti sem svona ýmislegt sem ég finn út í náttúrunni. Alls konar sprek og rætur, dauða rætur úr lyngjunu koma vel út. Könglar og annað slíkt. Nota þetta í skreytingar. Og þarna er ljósakróna eða kertakróna í smíðum? Já. Hvað notar það fyrir kertaljósið? Þarna nota ég bara pennahólka, glæra pennahólka sem ég saga niður. Og svo hérna mála ég, nota ég bara línbyssuna til að búa til áferðina, svona tauma og svo er þetta bara flöktpera inn í. Ég nota mikið þessar flöktperur, eins og í teljósum. Ertu að mæla þér í fróðleik á netinu svona í þessari vinnu? Já, það er alveg hafsjór af fróðleik, bæði varðandi smíðina sjálfa, varðandi efni og aðferðir. Ég nota til dæmis, sæki mikið innblástur til þeirra sem að smíða til dæmis þessa járnbrautalestagarða sem eru margir listilega vel gerðir. Og svo er þetta heilmikið stúdering líka rafeindafræðin. Þarna snjóar. Hvað notar í snjó? Þetta er nú bara einfaldlega línspray og svo strái ég yfir það matasóta og glimmer, fullt af glimmer. Það er svo jóló. Og svo er landslagið, landið sjálft undir húsunum, þar er ég að nota mikið frauðplast bara sem tilfellur, eins og af umbúðum.
og líka svona sprautufrauð eins og er notað í byggingarýrnaði, þú ert að festa glugga og slíkt og hurðar. Þetta svona eins og bakarísvinna en... Já, þetta eins og rjómaterta. Og svo, það er svo gott að móta þetta líka, það sem maður vill hafa. Og svo fer ég yfir þetta með bara fylliefni eða sem spastli og málað og glimmer, fullt af glimmer. Þetta þorp, jólaþorpið, þetta er búið að vera að þróast núna í, 3 ár frá því þú byggðir fyrsta húsið. Hvert hefur þetta verið að þróast? Já, ég veit það ekki. Þetta er einhvern veginn bara eitt leiðar af öðru. Þetta hafði bara að byrja sem eitthvað svona smá jólafundur. Ég eignaðist nokkra af þessum jólanissum fyrir einhverjum 20 árum og þeir hafa alltaf verið síðan þá hluti af jólaskreytingum heimilisins. Og svo var ég hérna í löngu jólafrí fyrir jólin 2016 og datt í hug að föndra eitthvað í kringu það og þá bjó ég til fyrsta húsi, svona pínulítið og fyrstu eininguna. Ég smíðaði þetta í einingum sem er auðvelt að raða saman og taka í sundur upp á flutning og geymslu og svoleiðis. Svo þegar ég var búinn með þessa fyrstu einingu þá fannst mér þetta svo gaman, mér langaði að gera aðeins meira og þá gerði ég næsta hús og langaði áfram til að halda áfram með þetta en þá vantaði mér fleiri nissa. En fann engan söluaðila hérna á Íslandi. Þeir eru útbreiddir í Danmörku og Skandinavíu reyndar líka. Eru framleiddir þar af fyrirtæki sem heitir Pobra. Og ég hafði samband við þau, sendiði mail og fyrirspurn hvar ég gæti mögulega fengið þessa nissa og sendiðum jafnframt myndir af því sem ég var búinn að gera til að sýna hverju ég var að sækjast eftir. Og þau urðu svona hrifin af þessu að... Hérna er með dæmi það hvað þeir fengu að sjá svona höfður. Já, og þau urðu svo hrifin af þessu að þau sendu mér bara fullan kassa gratis, 10 kíló kassa af nissum. Þannig að þá var auðvitað komin upp stórkostlegur húsnæðisvandi í þorpinu þannig að ég var að halda áfram með þetta. Og já, ég veit ekki, kannski stoppa ég hér, maður hefur náttúrulega ekki endalaust pláss en þetta er eitthvað sem ef maður hefði nóg pláss þá væri hægt að halda áfram með þetta. Og svo getur maður líka endalaust verið að díteila þetta og snurfus þetta og betrumbæta. Þú áttir nægan efni við því að halda áfram? Já, já. Nema bara vantar húsnæði? Vantar plássið. Þetta er svolítið plássfrekt. Hvað leyfirðu svo þessu þorpi að standa lengi hjá þér? Er þetta mánuður sem þetta stendur uppi? Já, já, svo bara tekum maður þetta niður með hinu jólaskrautinu og svo fer ég bara með þetta niður í skúr og held eitthvað áfram að snuddast í þar. Og það er meira sem komin tími á svona endurbyggingu á fyrsta húsinu? Já, já. Nú passa það ekki lengur inn í að þetta hefur verið að þróast í höndunum á mér. Þannig að nú þarf ég að breyta því til samræmis við hin húsin. Og þetta er oft þannig að yfirleitt þetta hefur alltaf verið þannig við hvert hús að maður leggur af stað með einhverja ákveðna hugmynd í kollinum hvernig maður ætlar að hafa þetta og svo endar þetta alltaf allt öðruvísi. Þetta verður einhvern veginn bara til í höndunum á manni. Það er líka það skemmtilega við það. Maður er alltaf að uppgöta eitthvað í ferlinu. Hvað viðbrögð þetta að fá hérna svona hjá fólkinu kringu þig? Ertu áleitin eitthvað skrítinn að vera standið í þessu? Þetta er þetta klikkun. Það segir sig sjálft. Maður er alltaf stór skrítinn. En það skiptir ekki máli, bara maður hafi gaman að því sem maður er að gera. Og þetta er bara, þetta er rosalega gott bara geðlíf, svona smíði. Þú ert bara einn með sjálfu eða inn í skúr að smíða og hlusta á tónlist eða hljóðbók á meðan og þú gleymir þig bara. En það er ef að fólk á svona nissa, ég veit að margir eru með þessa nissa, hafa átt í gegnum árin og ef fólk vill búa gott framtíðarheimili þá er ég til í að ættleiða þá, sko.